Komiði sæl, Sýnir Egils heilsa þennan sunnudaginn eins og alla aðra. Við byrjum á vettvangi dagsins sem við erum vön, en áður ég kynni þau sem taka þátt í því með okkur þá að segja ykkur að vettvangi dagsins loknum, þá kemur barn- og menntamálaráðherrann Ásmundur Einar Daðason og það hefur smá hrókeringar í för með sér að því að Björn Þorláksson okkar maður, hann hefur búin að fjalla mikið menntamálin í vikunni og þess vegna ætla ég að víkja sæti fyrir hann, þannig að Gunnar Smári og Björn tala við mennt- og barnamálaráðherrann. En vettvangur dagsins, hann er komin í loftið, Þórður Gunnar Nagfræðingur og Tómas L.R. Tómasson, Miðflokknum. Er það ekki? Þú ert eitthvað embætti fyrir flokkinn? Alls konar embætti. Já, mörg bara. Já. Sigurður Andersson, fyrrverandi dómsmálaráðherra og þingmaður. Og þingmaður og nú lögmaður og sem verið þáður. Og svo Ragnhildur Alda María Viljánsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Já, blessuð og sæl. Já. Eins og þið heyrið í þessar upptalningu þá erum við vel hægra með við miðju. En við ætlum að... Já, það er eiginlega meira að kenna það, því að við höfum svolítið mikið verið að tala hérna við Rauðaborðið og undanfundum þættum til dæmis síðustu helgi. Þá vorum við með svona fólk svona á miðjunni og vinstra megin og mikið verið að tala um svona VG sem er eiginlega búið að vera á botninum í öllum könnunum mánuðum saman. En það er, mér finnst verið að margt merkilegt að gera sko hægra megin og spurningin eiginlega sem að mér finnst spennandi núna er það hvort að séu líkur á því að miðflokkurinn mælis kannski bara stærri en Sjálfstæðisflokkurinn. Það munar orðið sáralitlu á milli þeirra. Og það er svona umpólun hægra megin sem að við höfum séð mjög víða Evrópu. Það sem að sko nýja hægrið eða þetta er kallað öllum nöfnum, stundum öllum illum nöfnum, er hérna víða orðið stærra heldur en hefðbundna hægrið. Það er í Frakklandi, það er náttúrulega löngu gert í Ítalíu. Ég segi ekki að það sé líklegt að gera því í Þýskalandi en það er saman, það er búið að gera því í Hollandi og sömuleyti þá tók sko nýja hægrið eiginlega alla forystu í svona stjórnmála umræðu í Bretlandi í síðustu kosningum, svo kerfið er að sé þannig að það er eiginlega ómögulegt að koma inn sem nýr flokkur en samt var það þessi nýji flokkur, Nigel Farage, sem tók eiginlega allt fylgi sem að hrökka af gamla hægrinu. Það fór ekkert yfir til verkamannaflokksins þótt að þeir hafa unnið kosningarna sko í þingmannatölu. Þannig að það hefur verið undanförnum árum og missurum mikil svona degla í hægrinu og þess vegna fannst mér sniðugt að fá bara hægra fólk. Já, hvort það sko byrjum bara Alda María, er það þannig? Er miðflokkurinn og þið að berjastu sama fylgið? Þetta er góð spurning. Ég er ekki alveg viss endilega. Ég held að, jú, það má verið segja það ákveðnu leyti að það sé eitthvað svona kannski flökkufylgi sem er alltaf til og frá og menn sé svona skoða fleiri valkosti en áður og það er alveg ekkert skrítið vegna þess að það hefur kannski ekkert verið rosalega skýrt í huga fólks hver okkar stefna er miðað við aðra stefnur og við erum líka svolítið lifandi á þannig tímum núna þar sem að fólk er ekkert endilega að sökka sér rosalega mikið ofan í hugmyndafræði hvers og eins flokks, ekki nema bara svona hugmyndafræði nördar eins og kannski við hér. Þannig að það kann alveg að vera en ég veit ekki, ég sé það alltaf fyrir mér að við sameinustu öll á endanum. Þannig að já, jú, að einhver leyti kannski en ekki endilega öllu. Já. Varstu að tala um að flokkan hugsanlega sameinist? Já, ég held bara að það sem að sé svolítið að ske er að sagan sé bara svolítið að endurtaka sig. Þegar þau erum ég er búin að vera að lesa nokkrar ævisögur hérna undanfarið og það er bara svo rosalega margt sem minnir mig á svolítið stemninguna sem var bara fyrir 100 árum. Varðandi, þú veist, svona þessi... Núna líka? Já, það er að koma nýjir flokkar allt inni fram og svona eitthvað svona þannig stemning í loftinu frekar en að þessi gömlu flokkar sem hafa kannski alltaf haldið vellið fram til þessa. Þannig að ég veit ekki, þetta er eitthvað minn kannski svona þetta sem maður segir ensku ebb and flow, þar sem allt í einu fyrir við ákveðna átt og svo hina og þannig ég er svona ákveðin leyti mjög hugsi náttúrulega yfir fylgistölunum en ég er líka mjög svona frá öðru sjónarhorni séð finnst mér þetta svolítið merkilegt að þetta sé svona mikið eins og þetta var bara fyrir 100 árum svolítið. Sigríður, hvað segirðu? Þessum sömu spurningu? Heldur þessi ykkur vonum eða hugsanlegt að þessi flokkar sameinist, miðflokkur og sjálfstæðisflokkur?
Já, það geti alveg verið. Ég skal ekki spá fyrir það. Myndið þú vilja það? Ég vil fyrst segja, sko, ég held að það sé, ég held ekkert það. Ég veit að það eru þessar fylgistölur núna undanfarið og ágætt fylgi Miðflokksins stafar mjög miklu leyti af fylgi frá Sjálfstæðisflokknum. Ég heyri það bara í kringum mig að svona hvað maður að segja, harðkjarna Sjálfstæðisflokks fólk orðið svona óhræddara við að segja bara jafnvel mig, sko, að það sé bara að fara það bara styðji Miðflokkinn og bara það vilji hafa þessa rödd á þingi og svona. Það auðvitað umhugsunarefni fyrir Sjálfstæðisflokkinn af því að þessi rödd Miðflokksins með fullri virðingu fyrir kollega okkar auðvitað bara tvær. Þetta eru tvær raddir á þinginu, sko. Og þeir eru bara búin að vera að gera gott mót og það verður ekkert af þeim tekið Sigmundi og Bergþóri að þeir hafa bara verið að tala þannig og tala það skýrt að þeir ná til fólks. Og þetta er umhugsunarefni fyrir þingflokk Sjálfstæðisflokksins sem telur 16 og 17 manns núna 17 manns, eða ekki ef það er að ganga eitthvað verð flokki sem að hefur allt til þess að bera að tala og ná til fólks. Flokkurinn með sko á að hafa skýra stefnu, sko. Þannig að ekki með það. Nei. Já, virðist ekki sem sagt minnst ná að koma henni á framfæri og þetta gerir það ekki af því að flokkurinn í vinstristjórn. Hann í vinstristjórn og og þau þreytast nú ekki á þessi kjörnu fulltrúar að benda á það, já, við erum vinstristjórn og svona, það koma málamiðlanir og allt í lagi með það, sko, en þetta er auðvitað val. Flokkurinn valdi það að vera, þannig að hann ekki þarna af einhverju illri nauðsyn, hann bara valdi það að vera í vinstristjórn og geta þá ekki talað fyrir málum sem að höfða til hægri manna á Íslandi í dag og jafnvel og jafnvel út fyrir þann svona kjarna hægri manna sem að ég tel að sé mikilvægt að flokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn geti gert á hverjum tíma. En það er ágætt ábending sem alltaf nefnir það er auðvitað fátt nýtt undir sólinni og þetta er auðvitað þróun sem menn hafa séð áður og það er ekki þannig að það eru alltaf öll skref fram á við, sko, stundum taka menn skref aftur til þess að geta tekið 3 fram á veginn og allt það. Ég vitni í sjálfshjálparbækur. Staða flokksins er alvarleg. Hún er alvarleg og ég held að Er þetta ekki treyta með formannin bara? Hún er alvarleg og hún er að mínu mati og hún er alvarleg kannski sjálfur sér en hún kann að vera jafnvel enn alvarlegri ef það er þannig að menn neita viðurkenna og horfast í augu við þetta sé alvarleg staða þeir sem fara fyrir flokknum og kjörnu fulltrúar ef þeir neita að horfast í augu við það. Finnst þeir að gera það? Já, ég hef svolítið heyrt, mér finnst svolítið heyri það að mæli þeirra sumra, sko, menn eru svona benda á þetta og það er gamli frasi, þetta eru þetta skoðanakannir og vissulega er það, þetta eru skoðanakannir og menn vilja senda skilaboð með skoðanakannum. Á miðju kjörtímabili sérstaklega þá vilja menn senda skilaboð og einhverjum hluta getur þetta verið þannig. Já. Og meira það að formaður segir líka, ég meina þess á tími þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn var svona drottnandi í íslenskri pólitík, hann er löngu liðinn og það mun aldrei koma aftur og við erum bara að venja okkur við að vera flokkur svona kannski rúmlega 20% af þess að nefni tölunar. Það er uppgjöf. Svona tal finnst mér vera uppgjöf vegna þess að ég, ekki bara því að maður er eitthvað sólginn í einhverja slægi og eitthvað svona heldur bara vegna þess að ég er ekki sammála þessari nálgun. Ég er ekki sammála henni að það sé endilega komið til að vera flokkurinn sem Sjálfstæðisflokkurinn sem hefur verið byggður upp með því hugafari að það standi hér stétt með stétt og af hófsemd í öllum málflutningi. Ég er ekki sammála því að hann sé eitthvað dæmdur til þess að vera 20% flokkur. Ég er algjörlega ósammála því og ef að menn telja það sé eðlilegt þá sko finnst mér að sko, þeirra erindi sé þrotið sko, í stjórnmálum. Og svo líka þurfa menn þá líka svolítið að horfa í eigin barm og veltaði fyrir sér af hverju er flokkurinn orðinn 20% og menn benda á það að það sé orðið komið svo mikið af flokkum í dag. Og þá þurfa menn að svara því af hverju er það? Er það ekki líka á ábyrgð Sjálfstæðisflokksins, stærsta flokksins? Það var farið hér í heilmikla breytingu á fjármögnun stjórnmálaflokkana hér fyrir nokkrum árum sem gerði það að verkum að stjórnmálaflokkarnir voru ríkisstyrktir. Þeir voru bara þannig, þeim var meinað
að vinna sér inn, plæja akurinn, hafa fyrir hlutunum, fjármagna sér sjálfir, heldur kemur þetta allt úr vössum skattgreiðenda. Og það gerir það auðvitað verkum að menn kannski héldu að þetta er til þess að styrkja fjórflokkja með sínum tíma, en það bara gerist allt annað. Það spruttu bara upp smáflokkar, einsmálsflokkar, fullt af frambóðum, maður getur ekkert lagst gegn því að fólk bjóður sér fram, það er bara þeirra réttur og gaman að mörgu leyti, en þegar menn eru farin að bjóða sér kannski fram bara til þess að eiga von að fá ríkistyrk, jafnvel þótt að ná ekki inn á þing, og þið þekkið það nú í sósíalistaflokknum. Kannski ekki tilgangi sem þú varst að lýsa. Nei, en ég menna menn núna horfa upp á það og bara til hamingju þið með það, með ríkistyrkinn sem þið fáið. Sem er náttúrulega, ég er að taka fram að bara örlítið brot af því sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur tekið frá ríkinu frá því að hann breytti þessu reglum. Þegar hann átti í erfiðleikum með því að hann var búinn að yfirskuldsetja Valhöll, hann er búinn að taka líklega heilan milljarð út úr ríkissjóði. Alveg, ég veit ekki hvað það er, en minnst var þetta breyting sem á sínum tíma ég lagðist gegn og hef alltaf lagst gegn, og ég held að sé orðið lykilatriði að menn horfi frá þessu, nú búið að reyna þetta system, og þetta hefur orðið þess valdandi að við sitjum uppi með marga smáflokka, einsmálsflokka, og ég er ekki viss að kjósendur sé að fá fyrir peningin, það sem menn kannski ætluðu sér með þessu fyrirkomulag. Flokkakraðak, sagði Bjarni einhvern tímann. Já, þetta er flokkakraðak, en það þýðir ekki að horfa bara á það og segja svona bara er þetta og svona verður þetta næstu 100 ári. Nei, við eigum aðeins að fara að reyta upp þennan arfa og breyta þessu aftur í annað form, gamla horfið, eða breyta þessu með einhverjum hætti þannig að kjósendur, markmiðið er þetta, kjósendur fái skýra kosti í kosningum og leið samt sem áður möguleika á starfhæfri ríkisstjórn sem er raunverulega starfhæf. Já, þess er það ekki eins og komið fyrir inn núna. Jú, ég meina hún starfar og allt í lagi með það en ég er bara ósammála leiðinni sem þessi ríkisstjórn er að fara í, hvort sem að Sjálfstæðisflokkurinn er í henni eða ekki, ég er bara ósammála þessum leiðum sem hafa verið farnar undanfarin ár. Já, förum við það aðeins á eftir, en Tómas Ellert, þú býrð á Selfossi, Suðurkjördæmi og ert Miðflokksmaður og fyrrverandi bæjarfulltrúi. Ég langar að spyrja, hvað er Miðflokkurinn? Af því að Sigríði heyrðist það eru margir sem að styðja Miðflokki núna og gagnrýni til dæmis þingmannanna er mikið til þess að þeir eru betri í Sjálfstæðisflokkurinn en Sjálfstæðisflokkurinn. Miðflokkurinn var upphaflega eins og klofningur út úr Framsóknarflokknum, en það virðist eiginlega að það sé eiginlega horfið og hann sé að sækja á með því að standa fyrir það að vera samviska Sjálfstæðisflokksins. Er þetta bara Sjálfstæðisflokkurinn plús? Þetta er ágætis greinikjöðuna, þetta er ekki Sjálfstæðisflokkurinn plús Þú varst nú í Sjálfstæðisflokknum? Ég var reyndar í Sjálfstæðisflokknum og ég sagði mig úr Sjálfstæðisflokknum og gerist stofnfélagi í Miðflokknum í október 2017. Einfaldlega vegna þess að forysta flokksins var að gera eitthvað allt annað heldur en til dæmis landsfundar ályktanir sögðu til Ég var bara búinn að gefast upp á því, ég nefndi ekki að standa í þessu partí lengur. Trekk í trekk var að koma fyrir að formaðurinn var að tala gegn landsfundarályktunum bara að kvöldi sunnudags þegar menn voru að keyra heim Þannig að þú veist, ég bara nefndi ekki að standa í þessu og var hrifinn af Sigmundi og hvað hann hafi gert. Þó mér hefði aldrei dottið það til hugar að kjósa Framsóknarflokkinn. Aldrei, þó hann hefði verið þar áfram. En þannig að ég gerði stofnfélagi í Miðflokknum á sín tíma og líka lífið þar afskaplega vel. Og kannski skýringin á góðu gengi Miðflokksins það náttúrulega að það má vel að segja að þessir tveir þingmenn að þeir séu raunverulega þyngdar sinnar virði í gulli Þeir eru mjög öflugir, þeir eru mjög skýrmæltir og mjög skýrir í því sem er að tala þú veist það er samhljómur í því sem þeir eru að ræða og það hafa staðið sig bara mjög vel og að því að var að vera að tala um að það var einhverja einsmálsflokkar inn á þingið þá hefur bara Sjálfstæðisflokkur í síðastliðin undanfarin ár að mínum mati nánast bara orðið einsmálsflokkur sem að snýst bara aðalega hagsmunagæslu fyrir sjálfa sig og þá sem og leikendur þar inni og svo bestu vini aðal. Þannig hefur Sjálfstæðisflokkur starfað undanfarin ár og það bara ósköp skiljanlegt að Þannig þú ert ekki að fara aftur yfir í Sjálfstæðisflokkinn? Aldrei. Nei. Það mun aldrei gerast og
og þú veist, ég teki ekki þátt í svona partíi, sko. Nei. Þórður Gunnarsson, þú sjálfstæðismaður. Já. Flokksbundinn. Jú. Og ekkert á förum. Nei, ég sé það fyrir mér. En þetta sem búið að lýsa hérna, bæði fólk sko þrjú, að þá eins og Sjálfstæðisflokkurinn hafi svona mist taktinn. Og ég svona ímyndaði mér að Bjarni Benediktsson beri talsverða ábyrgð á sko óvinsældum eða hvað fylgið dregst saman, af því að hann er mældur sem óvinsælasti stjórnmálamaður þjóðarinnar. Getur það verið að forystan beri mikla ábyrgð á þessu? Bara þau sér? Já, ég held nú að allir sem eru búin að vera í pólitík þetta lengi eins og Bjarni, hann er búin að vera á þingi í meira en 2 áratugi og búin að vera formaður síðan 2009. Ég held að sama hver þú ert, þá þú veist, minnka vinsældindar eftir allan þennan tíma, það er bara þannig. Hvort þetta sé allt honum að kenna, ég er ekki endilega sammála því. Nei, ekki allt, en hann lítur ekki. Hann ber náttúrulega mest ábyrgðina, hann er formaður, hann er kosinn til þess að leiða flokkinn. Já, allir okkar kjörnu fulltrúar, en svo bara að fara aftur í það sem við vorum að tala um áðan, þú veist, af hverju gengur þetta svona vel hjá Miðflokknum. Það eru þetta eins og fram hefur komið Sigmundur Davíð og Bergþór Ólason mjög öflugir menn og koma vel fyrir þessu orði. Og það er svona kannski fyrst og fremst tvennt, sko, það er eiginlega bara svona 2 punktar sem að mann eftir það, því að ég ætti að lýsa hverju stefna Miðflokksins. Þú veist, ætti erfitt með það í rauninni. Það eru 2 svona mál sem það hafa verið að keyra og það eru útlendingamálin og hafa verið mjög svona consistent, ef ég leiði mér að sletta í því, í ansi langan tíma núna, og nú er að koma á daginn að þeir eru að hafa hitt á réttan þráð þar. Og ég held að þar séu ekkert endilega bara að taka fylgja Sjálfstæðisflokknum. Ég held að það getur bara verið yfir línuna, því að þetta er eitthvað sem er mjög mörgum ofarlega í huga þessa dagana. Þannig að þetta fylgi sem þeir eru að fá út á, þeir eru að fá útborgað fyrir þann málflutning núna eftir að þessi mál komast ólega bauð. Ég held að það sé ekki allt ekki frá Sjálfstæðisflokknum. Hins vegar hafa þeir líka verið að tala fyrir miklu harðari stefnu í ríkisfjármálunum og hafa verið gagnrýnir á útgjöld, ríkisútgjöld og mikil og hallarekstur, þó að hann reyndar hafi verið tölvöld minna á síðustum árum en menn byggust við, en hins vegar hafa þeir verið. Það er náttúrulega mælikvarðinn getur ekki verið það sem menn byggustu við. Nei, en þú veist, það er ekki punkturinn hjá mér. Punkturinn hjá mér sá að þeir hafa verið svona. Mikið halli miðað við sko þenslu og verðbólgu í samfélaginu. Já, alveg rétt, alveg sammála, og ég meina þeirra málflutningur þegar kemur að ríkisfjármálum, ég get ekkert verið ósammála því, og það er kannski þar sem þeir eru að taka fylgi af Sjálfstæðisflokknum öðru fremur. Og það kannski, Bergþór Ólason náttúrulega hefur verið sjálfstæðismaður, aðstofamaður ráðherra hjá Sturlu Böðvars og var í Sjálfstæðisflokknum langa tíð, þannig að hann held ég hafi ágætis hugmynd hvað fólk vil heyra sem er svona hægra megin í lífinu. Svo er eitt kannski að bæta við það sem Tómas er að nefna, sem að menn með ekki heldur alveg líta framhjá, er að fegurðin felst líka svolítið í smæðinni, svo ég segi það. Sko, þú vísar í landsfundin til dæmis og Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið stærsti flokkurinn og þessi landsfundir ályktanir eru auðvitað eiga marka stefnuna og þar fram til göttunum og hann vitnar í það, ég veit nú ekki kannski dæmi þess að formaðurinn hefur á sunnudagskvöld farið að tala gegn stefnunni, en auðvitað er það þannig að það þarf auðvitað í svona stórum flokki, það er ekki alveg hægt að sko upp á punkt og prik að fylgja nákvæmlega einhverju orðalags og setningafræðilegri nálgun af landsfundum, auðvitað markar landsfundinum stefnuna. Ólíkt Sjálfstæðisflokknum, þá er auðvitað miðflokkurinn ekki bundinn á þennan klafa, sko stefnal miðflokksins er bara stefna Sigmundar Davíð, sko. Hvernig hann vaknar þann daginn. Já, og ég meina, já, og það er þess vegna sem að, sko, Tómasi líður aldrei neitt sérstaklega illa þegar Sigmundur talar, vegna þess að hann er ekkert að tala gegn einhverju plaggi sem hann var samþykkt fyrir 2 árum og svona. Og þetta er auðvitað ákveðin fegurð sem felst í því, þetta eru kostir sem felast í því að vera litlir og nýir og geta verið spontant og svona. Og stórir flokkar sem að hafa kannski mikla formfestu og svona, þeir þurfa að bregðast auðvitað við þessu með því að halda við liðleika sínum í þessu, að passa sig að festast ekki í verða ekki stofnanavættir, sko, verða ekki eins og opinber stofnun þar sem að það þarf að kæra alla setningar og hugsa mjög mikið áður en að menn svona láta gamminn geisa. Ég bara benda á þetta. Þetta er munurinn á þessum 2 flokkum. En landsfundurinn er svona erfið fyrir þingflokkinn. Hann er það. Landsfundur er æðsta yfirvald í flokknum. Já, hann er það og hann á að vera það. En hann er ekkert erfiður og á ekkert að vera erfiður
fyrir kjörna fulltrúa, þeir eiga auðvitað líka að leiða, þeir sem eru kjörnir, þeir eiga auðvitað að leiða umræðina. En það kannski svolítið brenna við að menn bara kjörnir fulltrúa mæta þarna bara á landsfund og láta svona bara einhvern veginn umræðin að vera spontant, meðan allir eru að bíða eftir, hvert viltu leiða okkur, sko? Menn spyrja bara, hvert viljið þið leiða okkur? Og þá verður menn auðvitað að vera með einhverja skarpa sýn á það í hvaða átt menn vilja flokkurinn fari og kjörnir fulltrúar. Þannig að í þeim pólitíska raunveruleika sem er á hverju sinni. Já, menn verða að vera svolítið liðlegir í þessu, sko. Og það hefur vantað upp á það. Það hefur svolítið vantað upp á það. Bjarni er mjög klókur að koma flokknum inn í ríkisstjórn, en hann er ekki klókur á því að fá þjóðina með sér. Það er bara, hann er eiginlega engin stjórnmálamaður sem ég man eftir sem hefur haft þjóðina jafn mikið á móti sér í svona. Má ég bæta við eitt af því að við erum að tala svona líka hvað hefur breyst. Og talandi landsfund og þess að það sem hefur líka breyst að mínum mati er að það er svona menningin og væntingar gamalt stjórnmálafólki og stjórnmálaflokkum almennt. Það sem að ég hef svona svolítið tekið eftir alveg frá þennan stuttartíma sem ég hef verið með kannski við menn sem að eru bara búin að vera frá því áður en ég fæddist örugglega að sko á frekar stuttum tíma þá hefur eitthvað með svona samfélagi farið frá því að vera þannig að við getum komið saman á einhvern stað, tekið þennan slag, rætt okkur niður á eitthvað, einhverjir eru kannski frekar ósáttir, aðrir eru rosalega sáttir, en við getum svona fundið það að það sé nauðsynlegra að ræða sig niður á einhverja lausn sem við getum farið áfram með. Í dag er eitthvað með orðið svo freistandi að geta bara verið með eitthvað 1, 2, 3 mál, það er svona eins og athyglisrýmdin hafi að minnka svo mikið hjá almenningi að fólk bara er með eitthvað svona eitt sem það keyrir á, en allt hitt sem skiptir svo rosalega miklu máli að það er bara svona svolítið látið líða lönd og ákveðið svolítið as we go og þetta er líka kannski vandamáli að við erum orðin svo pólariseruð sem samfélag, við erum orðin pólariseruð innan flokka, þar lenda eru flokkar að slíta sig og það sem að landsfundur var alltaf og var, þú veist, í raun og veru beauty við það ástæðan fyrir okkur við tökum upp þetta form sem að fengi bara erlendis frá flokkur sem að gátu, þú veist, stækkað að það var að þetta var í raun og veru þessi samkomur staður sem að fólk gæti stilt sem að strengi og fari beint áfram og ættamót líka og bara byggt brýr þú veist, auðvitað þrætt er líka byggt brýr en svo er bara núna svo vinsælt að vera ekki að byggja brýr heldur að rífa það niður og það er bara önnur pólicy en ég er hrifin af. Þá komum við á samgöngusáttmálanum. Tómas Já, við skulum Nei, sko, ég er nú ekki sammála ykkur. Þið erum bara að fara inn á heimasíðu Miðflokksins og kynningu stefnuflokksins og mörkuð þarna 2017 og var þá kölluð 5+1 og er að miklu leyti svona að byggja stefna og að passa upp á fullveldið og slíkt skilurðu, móti orkupakkanum og áhrifum ESB hér innanlands. Þannig að þú veist, það er alveg klárt mál og Sigmundur og Beggi að ég get alveg sagt ykkur það að þeir eru, sko, þeim er hampa núna og þeim er klappa á baki innan Miðflokksins. En leið og þeir fara eitthvað út fyrir þennan ramma sem þeir eiga að vera vinna innan að þá er haft samband við þá, ég get alveg lofa okkur því, það er bara þannig. En heldur þú ef maður spyrja, þú nefnir byggðastefnuna, sko, hægri menn hérna á höfuðborgarsvæðinu, heldur þeir séu svona horfa til Miðflokksins út af byggðastefnu Miðflokksins? Nei, kannski ekki bara út af henni, eins og segja, það er fjölbreytt mál. Það er náttúrulega svolítið þannig að byggðastefna sem að, málflutningur sem að virkar út á landi, hann virkir nú ágætlega eitthvað svona þriðjungum af þeim sem að býr hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það er nú oft þannig. Þess vegna hefur sko Framsóknarflokkurinn haft mikið og Sjálfstæðisflokkur, þess vegna Sjálfstæðisflokkur er með landsbyggðararm og það er landsbyggðararmurinn sem hefur sko staðið sig betur heldur en borgararmurinn í Sjálfstæðisflokknum. Þú sér bara allar sveitarstjórnarfulltrúar á Sjálfstæðisflokksins um land allt. Þannig að klárlega stendur Sjálfstæðisflokkurinn sig betur út á landi en að því að vorum að ræða hérna áðan varðandi stefnur og annað og hvernig landsfundir eru og landsfundaráleiktanir og hvort menna þetta sé verið einhver stofnanflokkur. En það er kannski ekki heldur aðalatriðið. Því að sko, það er ekki nóg að tala til fólks, þú verður að gera líka. Og það er það sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki verið að gera undanfarna ár, sérstaklega ekki í þessari ríkisstjórn. Að tala og það eru margir sem tala, Óli Björn og fleiri, tala gegn þessari ríkisstjórn og Jón Gunnarsson og fleiri. En svo það er ekkert gert, það er ekki nóg að tala, menn verður líka að gera hlutina.
Og það lítur að hafa áhrif á hægra fólk sem og Sjálfstæðisflokkurinn hefur svona sótt í það reynda að halda því fram að hann fari betur með fé annara heldur en aðri, kannski ekki til í því. En það lítur að stuða hægrið að flokkurinn hérna hefur haldið utan ríkisfjármálin í langa tíð og reki ríkissjóð með stórkostlegum halla í góðæri og í verðbólgu og virðist ekki geta raunverulega brugðist við með neinum hætti. Og svo þegar þið nefndu hérna samgöngusáttmálann, maður sá það alveg þegar Bjarni Benediktsson mætti allt í einu að kynna einhverja 310 milljarða eyðslu sem svona utan dagskrár, þetta svona Enron-tricks að hérna, þetta ekki tekið inn í fjármálaáætlanir og eitthvað fleira, þetta bara búin til svona eyðsla hérna til hliðar að maður bara sá hægri menn reyta hár sitt og segja hvað í gangi? Hvað í gangi? Viðskiptablaðið segir að Bjarni sé búinn að tryggja með þessu, tryggja flokknum 10% af fylgi. Það verður bara 10%. Það er svona viðbrögð að setja Sigur Inga, bara saklausa dýralækni í fjármálaráðuneyti og láta hann taka sig á sig höggið fyrir næsta kosningu. Ég held að vill ekki þannig að fólk segi þetta er allt Sigur Inga að kenna, þetta var allt svo gott áður. Ég held að það sé ekki þannig. En staðan í dag... Má ég spyrja, hvað í gangi þegar Sjálfstæðisflokkurinn gerir svona? Já, hann ekki að, eins og ég segi, ekki nóg að tala, hann að gera og hann ekki að gera. Þórður, hvernig virkar þetta á hægri menn? Já, þetta var tilkynnt núna snemma á síðast ári, í mars, apríl síðast ári, þetta endurskoða þetta og svo er þetta kynnt núna, menn passa sig auðvitað upp á að kynna þetta áður en þingið kemur saman, þannig að hann sé ekki að rífast ómikið þetta þar, það er bara ákveðið að búa ákveða þetta, en ég batt vonu við það að þessi endurskoðun yrði einhvers aðeins annars eðlis heldur en bara að uppregna kostnaðinn og lengja í framkvæmdunum. Persónulega finnst mér þetta nánast bilun, þessar fjárhæðir sem þarna verið að tala Ég meina það alveg rétt að það þörf á úrbótum á samgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Ég held að séu allir sammála það, en ég held að til dæmis þessi draumur þessi almenningssamgangna draumur held ég að sé alveg að blangsóttur á hann var þegar menn fóru fyrst að tala um það og búið að tala um þetta í allan tíma og gerist aldrei neitt. Ég meina að það bara eins og þessi hlutir hérna með ljósastýringuna, eitthvað sem væri hægt að gera bara í næstu viku, byrja á því og klára það fyrir áramót en það eitthvað svona ekkert á næsta ári fyrir við svo líki það. Mér fannst mjög vant upp á það að menn forgangsröðu aðgerðum sem hægt að grípa til fljótt. Göng, Miklubraut sem sennilega rétt ákvörðun ef menn vilja létta umferð þar. Áttu þau ekki verið tilbúin eftir ykkur? Þau áttu að vera orðin til. Þau áttu að vera klár núna en núna það 2040 eitthvað þannig að enga síður, mér finnst eins og Sigríður sagði á hvað erum við að fá fyrir peningana þarna og ég hefa tilfinninguna að það sé ekkert sérstaklega mikið. Má ég fanga orðið? Já, við nefnilega erum búin að vera að sökka okkur í þetta borgarstjórnarhópurinn og ég er ánægð að heyra Þórð, heyri Þórði hérna því hann greinilega nákvæmlega sem línu og með sem áhyggjur ég hafði verið með og þetta nefnilega eiginlega máli, maður batt vonir við að þá kannski aðeins endurskoða, hlutinni gerða aðeins svona raunhæfari, verið að svona smærri bitar eitthvað af því að það er gömul saga og nýja alltaf þegar eitthvað svona opinbert yfirvald ríkið að borg sama í hvar í heiminum ætla sér að fara í eitthvað rosalega mikið að það leið og það orðið og flókið og stórt að bara gerist það ekki. Það er svona analysis paralysis ef við höldum áfram að sletta í þessum ágæta þætti. En það sem við höfum haft ágjörð af og verið að vekja athygli á einmitt nákvæmlega sem hann kom inn á að það verið að ílengjast í öllu, fresta öllu langt fram í tíman einhver megin en samgöngubæturnar sem að Reykvíkingar hafa verið að kalla eftir, þeir eiga bara þurfa að bíða enn lengur eftir því og það þarf ekkert að vera svona og þetta átti ekki að vera svona. Seinasta sáttmálana frá árinu 2019 það átti að vera komin bústaðavegur og það átti að vera komin þessi mót Reykjanesbrautar og Sæbrautar en svo var eins og pólitíkin tekur ákvörðun að gera eitthvað og svo þegar það kemur á borð til Reykjavíkurborgar að þá eins eða þeirra sem áttu að framkvæma að þá bara eins og þetta fara hann í einhverjum svona skúfu og bara heyrst ekkert af þessu meir og svo hefur maður verið að spyrja sig en þess að við sjálfstæðismenn í borginni mörg hver höfum verið endalaust að tala bara augljósasta dæmið, snjallljósa stýringarnar eitthvað sem átti að vera hægt að kippa í liðin svona og pólitíkin tekur ákvörðun að gera ekkert heyrist af þessu og við erum alltaf að kalla eftir þessu og við fáum ýmiss konar
konar svör sem bara eitthvað svona vittleysa, jafnvel hæst settu embættismennir í betri samgöngum sumir fara í eitthvað svona skrifstríð við kjörna fulltrúa og það að allir séu bara eitthvað bulla og svo framvegis. Sem ykkar menn. Já, svo kemur bara daginn. Innmúraður og innvígðir sjálfstæðismenn sem stýra þessu. Já, ég meina, ég bara, þú veist, bara Alda ber ekki ábyrgð á því. Ég ber ekki ábyrgð á ágæta manni, þótt hann sé í réttum flokk. En þá Það eru bæði framkvæmdastjórinn og stjórnarformaðurinn. Já, stjórnarformaðurinn var held ég ekki í neinum ritstríðum. Allavega. En eins og ég segi, svo kemur bara daginn að þetta, það hafði einhver staðar í þessari keðju embættismanna, ég veit ekki hvar, tekið ákvörðun að forgangsraða öðru framar. Og þetta þú veist, sáttmálinn einn og sér ekkert þetta eina dæmi þetta. Þetta rosalega algengt að pólitíkin, kjörnir fulltrúar af fólkinu sem eru með umboð frá fólkinu ákveður eitthvað og svo þegar á að fara að framkvæma þá bara tekum við ykkur önnur pólitík sem við höfum ekkert aðgengi að. Og svo korteri seinna að þá annar svona silkihúfufundur skrifað undir einhvern sáttmála en þá hærri uppæðir og fyrir okkur kjósendur líklega sem við verðum ekki varið við neinar framkvæmdir en allt í einu erum við að hlusta á það áætlunin búin að tvöfalda því verði og það ekkert verið að gera og ég bara veldur hvað svona pólitík þetta? Já, ég ætla bara skilaboð eru það frá stjórnvöldum og stjórnmálamönnum til kjósenda. Mér þau verið bara skilaboð að það bara ekki neitt að marka það sem við erum að segja. En svo nefnilega koma menn eins og Vilja Árna og fleiri þingmenn, Sjálfstæðisflokksins, Jón Gunnars og fleiri sem hafa nefndir og þeir minna á, bara heyrðu, þetta eru viljayfirlýsingar sem verið að skrifa undir hérna. En þetta var ennþá eftir að fara í rýni fyrir bæjar og borgar og borgarstjórn og þingið. Og þar verður endaleg tekin ákvörðun sem að þýðir að nú get ég í umboði fyrir fólkið og við kallað eftir því sem að við viljum sjá í þessum sáttmála og ég myndi segja bara nákvæmlega eins og Þórir nefndi að við eigum bara áfangaskipta, fá fram einhverja ábata fyrr, klára þetta með Reykjanesbrautina og allt það en ekki láta það bíða eftir borgarlínu en þess að það búið að hengja þá framkvæmd á allar svona umferðarbætur sem að gera þetta miklu flóknara, stærra og dýra en það þarf að vera af því það má bæta hinu við eða fólk vill það. Ég enda persónulega þeirri skoðun að við erum komin upp í þá upphæð að vera að minnstakosti 130 milljörðum fyrir strætó í sérrými til miðju að þá segi ég bara, heyrðu, eigum við ekki þá frekar að bara fara að skoða neðanjarðarlest. Hún þó minnstakosti neðanjarðar, það viðbót við vegakerfið en ekki vera að taka akrein af keyrandi umferð og fyrir utan að það engin svona töf sem verður ofanjarðar og engin tafakostnaður og senast en ekki síst, fólk ef það þarf að bíða eitthvað staðar eftir almenningssamgöngum að þá geggjað að vera neðanjarðar, ekki með vindinn í andlutinu. Við hefum langar til komin þessa umræði því að varandi samgönguframkvæmdir og slíkt þá gerist þetta víðar heldur en bara í borginni að kjörnir fulltrúar einmitt koma svona að málum einhvern tímann og kannski hindra það að sjálfsagðar umferðarbætur fari í gang. Þetta gerist í Suðurkjördæmi svona sem dæmi og bara, ég minnist bara á Ölfusabrúna. Hún var inn á samgönguáætlun 2014 og átti að það verið klár 2018. En það voru bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Árborg sem voru gegn því í meirihluta samstarfi eða voru í meirihluta þar og voru gegn því og vildu freka fá tvöföldun á milli Hveragerði og Selfoss og undan. Þeir voru svo hræddir framhjástreymisumferð þegar að þú veist og hræddur maður myndi tapa viðskiptum Selfossbær sem hefur verið frá upphafi þjónustumiðstöð Suðurlands og ég segi líka, þú veist, hvert áttu svo fólk að sækja þjónustu þegar það var að koma framhjá á Hellu? Nei, það bara einn staður til að sækja þjónustu. Þetta hefur komið ljós þegar að gera skoðanakönnun þar 2003 eða tekið umferðarkönnun að það ekki nema 15% af umferðinni gegnum streymisumferð. Þannig þú sér það bara á öllum mælingum hjá Vegagerðinni því að eina sem að ný brú myndi gera, hún myndi bara bæta aðgengi að bænum sem hún mun klárlega gera
og auka þjónustu og annað í bænum, þú veist. En ef maður hugsa bara þessa fundi sem alltaf er að bjóða okkur upp á, ég man eftir Sigurð Inga kynna Ölfusárbrú og ég man þetta nú í kjördæminu hans og hann var samgöngur eða hvað þetta innviðaráðherra og fjandinn hafi að hann hlýtur að ná því í gegn. Ég hlusta á hann vera með glærusýningar hvað ætlar að byggja mikið af húsum og svona, það gengur ekkert að þessu eftir. Ég bara velta fyrir mér, út okkar ganga þessar kynningar verið að sannfæra okkur að það sé bara ekkert að marka stjórnmálafólk. Veistu hvað samgönguframkvæmd var tekið síðan fram fyrir Ölfusárbrúna? Hún í gangi núna, brúin yfir Hornafjarðarfljót. Hún átti aldrei að vera undan Ölfusárbrú í rauðinni. Það færi fram fyrir ekki bara þar, í Suðurkjördæmi, bara víða. Já, víða. Við vitum sterkt tengsl Framsóknarflokksins við það hérað og hvaða fyrirtæki starfandi þar. Ég meina, þetta svo mikil þvæla og fyrir utan það að vera að tala að setja vegtolla á Ölfusárbrú. Hún samfélagslega mjög hagkvæm framkvæmd og nú þegar hún búin að kosta samfélagi 50 milljarða á þessum töfum í þessum 10 ár. Þökk sé gjörnum fulltrúum í bæjarfélaginu. Já, ég má kannski aðeins skjóta fara aftur í samgöngusáttmálann sem ég nú í Reykjavík en ég get alveg tekið undir það sem að Tómas að segja og þú Gunnar að horfandi á þetta ekki hef ég er nú ekki meiri kjördæmapotar en það, ég hef nú aldrei staðið í vegi fyrir uppbygging á þessu svæði sem auðvitað bara, menn bara þurfa að líta á þetta kalt bara umferðina, hversu mikill umferðarþungi á þessu svæðum inn í kringum Reykjavík, vestur og suður. Þannig ég vona nú að þetta sjáum nú til sólar með þessa Ölfusárbrúr en varðandi samgöngusáttmálann að þá það bara allt saman með ólíkindum allt það dæmi en það á auðvitað rætur að rekja til ársins 2009 þegar vinstri ríkisstjórnin samdi það bara, gaf það út þá yfirlýsingu að hér yrðu engin uppbygging í samgöngumannvirkjum á höfuðborgarsvæðinu næstu 10 árin. Það myndi bara allur peningur að fara í strætó og það var gert. Þetta var skrifandi þetta samkomulag og núna koma stjórnmálamenn sem að hafa átt þátt í því að hirða ekki viðhald vega á höfuðborgarsvæðinu, hirða ekki nauðsynlega uppbyggingu og ætla að kenna bifreiðaeigendum það og ætla að fara ekki bara það rústa borginni í einhverju gæluverkefnum, heldur tala líka fyrir því að setja einhverja tolla sérstaklega á bifreiðaeigendur í Reykjavík sem kallaðir eru tafatollar. Tafirnar eru vegna þess að þessi sömu stjórnmálamenn þeir bjuggu til tafirnar þeir bara sömdum það að það yrðu ekki neina samgöngubætur og svo þetta kynnt núna í samgöngusáttmálinn uppfærsla og alveg rétt sem að Þórður segir hér og þetta þá bara eitthvað verið að snúa og tvista í einhverju Excel-skjali í einhverjum fjárhæðum og menn segja gott og vel það er góðra gjalda vert ef menn ætla til Miklubrautin sem bara samgönguæð, hún bara lífæð borgarinnar, Miklubrautin og hún hlýtur að verðskulda einhverja almennari umfjöllun heldur en það að menn slengi fram einhverju samgöngusáttmála sem að í fyrstu útgáfu var einhver stokkur, svo hafa menn sagt komist það niður, það of dýrt og mikið röskun, það betra að gera göng, það nú góðra gjalda vert þá að menn hafa séð ljósið, á þetta var nú bent strax í upphafi að það væri ekkert hægt að rista upp Miklubrautina til 10 ára til þess að leggja stokk. Það sáu það allir í upphafi. Nú hafa menn fallist á það. Þá komið göng. En svo heyri í fjármálaráðherra í morgun, á Sprengisendi í morgun, þar sem hann lýsir því að þetta meðal annars að fjármagna með sölu á landi yfir undirgöngunum, sem stað á Miklubrautinni. Bíðum þá aðeins hæg. Ekki ástæði þess að staldra aðeins við. Hvað verið að gera hér í samgöngumálum Reykjavíkinga? Netto niðurstaðan 0. Það ekki verið að fjölga samgönguæðum, heldur bara verið að færa það sem uppi niður í jörð. Svo að íbúar í Vesturborgin og þeir sem þurfa að sækja þangað í vinnu eða menningu, þeir geta verið eins og moldvörpur og þurfa að fara þarna neðanjarðar og keyra vestur og austur. Mjög mikið af fólki þarf að keyra þessa braut 2 ára á dag og það núna verið að leggja til að það verið núna neðanjarðar, sama umferðarstíflan, engin ný æð. Þetta kallar auðvitað bara á, þetta auðvitað eitthvað þvæla.
og þetta vona ég að verði aldrei samþykkt fjárveiting í svona á Alþingi. Þarna þarf fjárveitingavaldið að stoppa aðeins. En að þegar við erum að tala hægrið, gengur það að hægrið segir núna 2024 að þetta vandamál sem alltaf því að Steingrímur J. Sigfússon gerði eitthvað 2009? Nei, ég er bara að segja, ég er bara að benda á forsöguna. 15 ár liðin. Já, en ég er að benda á forsöguna. Sumt af þessu fólki sem var í ríkisstjórn 2000, það ennþá í ríkisstjórn, sko. Það bjóð til þennan vanda. Það bjóð til tafirnar. Það hirti ekki viðhald. Og þannig að og ætla að leysa það með þessum hætti sem engin lausn, það sem þarf að gera hérna í Reykjavík. Það bjóð ekki til hruni, það voru frekar þér. Heyrðu, sko, nei, ég meina öllu falli þetta ekki lausn. Þetta leysir engan samgönguvanda. Það þarf að búa hér til á þessu nesi sem að Reykjavík nýjar samgönguæðar. Ef menn ætla að fara í göng sem alveg góður að gjalda verð, þá þarf það að vera einhvers staðar annars staðar en undir Miklubrautinu sem nú þegar braut. Hún þarf að fara einhvern veginn inn í Kópavog undir sjó, það þarf bara að flytja umferðina út í sjó, undir hana, yfir hana, með einhverjum hætti. Já, að því að tölum áfram með þetta eins og með borgarlínu og allt þetta dæmi. Ég er rosalega mikið sammála Sigríði Andersen í þessu máli og þessu málflutninginnar hérna. Þetta hún að tala beint inn í hjörtum Miðflokksmanna. Það bara þannig, hún náttúrulega reyndar að vera þar. Ég verð klökk. Svo gleymist líka það, þú veist að við búum á Íslandi, þú veist, Ísland hvernig veðurfar hérna yfir veðartíman og að vera að hírast einhvers staðar í strætóskýlum til að bíða til strætó. Þú veist, þetta er bara töpubarátta, bara hvað náttúruvættunum og Það meina, eiga bara ekki að vera almenningssamgöngur að neinur á því? Nei, senda það bara í jörðina. Já, við bara neðanjarðarlista maður. Ég er neðanjarðarlista maður. Ég er strax byrjuð að sameina Miðflokksmenn og Sjálfstæðismenn. Nú ætla ég að raunveruleika tenginguna. Það eru til náttúrulega borar sem ganga fyrir rafmagni og við sendum einn fyrir miður úr landi á sín tíma en hann var vísa ekki nógu stór til að bora svona göng fyrir umferðaræðar. En sko, það er akkurat þetta sem þarf að gera, það er að bæta umferðaræðum við. Með einhverjum klókum hætti og best að gera það, við verum að fara að byrja upp á nýtt með þetta og það er bara að bora í jörðina og við erum með neðanjarðar lestakerfi svo almenningssamgöngur séu notaðar. En erum við ekki að lýsa ástandi það sem bara þetta er einhvern veginn ástæðan, við veitum ekki alveg á okkur þetta svona, þetta bara vellur einhvern veginn áfram og stjórnmálin bara hafi ekki eiginlega þrek til þess að endurmeta gamlar ákvarðanir eða finna nýja stefnu og einhver leiti bara fólk sem eru ráðherrar þarna og eru bara að reka eitthvað áfram sem engin mann eiginlega hver tók á þessu ákvörðunum með neitt. Er þetta ekki bara merki bara þrótt stjórnmálana og ónýta stjórnmálaflokka sem hafi ekki, er ekki hugmyndaleg fræðileg degla eða sem ekki vettvangur til nýrra hugmynda eða neitt? Ég veit nú ekki alveg það, en það eru náttúrulega alveg aðra ástæða fyrir ykkur að það ekki allir sjálfstæðismenn jafn ósáttir eða sáttir við samgöngusáttmálann eins og Kópavogur alveg að fá eitthvað fyrir sinnsnúð og þau í vegagerð nota bene, í vegagerð og líka Garðabær og Hafnarfjörð, þau eru að fá Arnarnesveginn og það á að fara beint í forgang með Fossvogsbrúna. Það sem ég hef svolítið ágjörð með hana er að vegna þess að bílar megi ekki ganga þar yfir. Þá var náttúrulega nýtingin á hann ekkert sérstaklega góð og svo hvernig á ég að útskýra fyrir háeringum sem eru fastir alltaf ennum sem litla að þeir megi ekki nota hana. Þannig að það er alveg ástæða fyrir okkur við sem erum búsett í Reykjavík og erum borgarfulltrúar og þingmenn fyrir Reykjavík og erum með áhyggjur vegna þess að við erum að fá versta samningin allt okkar er búið að lengja í og ekki að fara að gera sneitt fyrir 2040 og við erum að borga fyrir allt Bjarni Benediktsson sem forsætisráðherra skrifar upp á hann og innan flokksins er mjög mikið andstaða við þetta en að tíminn líður hratt þá er það annað mál, það er náttúrulega við erum að fara líka í Seðlabankann og stýrivextina. Þórður, þú ert hagfræðingur. Já það kom mér ekkert óvart að þið skildi ekki lækka vexti núna. Ég hef nú verið á þeirri skoðun hríð að þeir munu nú tæplega að lækka á þessu ári einfaldlega því að verðbólgan eins og henni hefur virðist vera ansi klistruð og það er nú bara sagan sýnir það í gegnum tíðina þegar þú ert komin upp í þetta 7-8% verðbólgu þá tekur yfirleitt svona 3 ár að ná henni niður en megin ástæðan fyrir því að vextirnir hérna eru svona miklu hærri heldur en í öðrum löndum er einfaldlega vegna þess að það er miklu meiri hagvöxtur maður hefur stundum heyrt
menn eins og formann Vaffer benda á það að séu neikvæðar raunvextir þarna og neikvæðar þarna, okkur getum við ekki haft neikvæðar raunvextir eins og allir aðrir. Sko, neikvæðar raunvextir eru sjúkleikamerki, ekki heilbrigðismerki á hvaða hagkerfi sem er. Raunvextir eru mjög háir, sko, það eru bara á stýrivöxtunum 4% og allir svona yfirdráttar láni í fátæks fólks er það 12% raunvextir, nafnvextir, en raunvextir eru 12% sem er náttúrulega, það stendur engin undir því, sko. Sko, það breytir engu hvort þið lækki vexti úr 9,25 í 9 núna síðast, sko. Eins og Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, sagði sjálfur, frekar gefum við aðeins meiri tíma og tökum það fyrir aðeins hressilegri lækkun, sem skiptir einhverju máli. Finnið þið ekki fyrir því vaxandi óánægju í samfélaginu þar sem að fólk er byrjað að finna fyrir þessari vaxtabyrði og ég finn það fyrir að þetta fer upp tekjustigann. Það er fólk sem er bara frábæru launum sem er byrjað að tala það það er bara að bera peninga í húsnæðiskostnað í hjólburum. Það finnst engum þetta skemmtilegt, það finnst öllum þetta hundleðilegt, en það var áhugaverð stúdía sem kom út hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum í september á síðasta ári, þar sem þið skoðuðu 70-80 verðbólgu episódur á Vesturlöndum bara frá seinna stríði og þar kemur á daginn það tekur yfirleitt 3-5 ára að ná þessu niður og algengasta ástæðan fyrir það mistekist er að fólk fagni of snemma. En sko, óþolið meðal þjóðarinnar er svo mikill. Vonbrigðin er svo mikill og það er fjöldi fólk sem kemst ekki inn á húsnæðismarkaðinn. Samt sko lánin, vilja komast þar inn en þráttur að lánin séu mjög óhagstæð og dýr og þetta er sko efnaðastefnan í landinu, hún hefur rekið okkur þangað. Okkur er eitthvað mistekist. Það kemur manni samt á óvart að sjá, ánægilega óvart, að vanskil hafa allir ekki verið mikil og skuldir heimilana eru ekki Það er að því einn fátækir fá ekki að skulda, sko. Það sem að var Líka það vegna verðtryggingarnar það bætist bara vaxtabyrðin bara aftan. Já, og svo hafa menn núna möguleikann sem þeir höfðu ekki áður að bara breyta án verulegs kostnaðar fyrir sig, skipta lán og menn eru greinilega að fara í verðtryggð lán og þannig að það er ánægileg breyting frá því sem var hérna áður. Óbræði munni, sko. Alveg rétt, en hins vegar finnst mér skipta máli þessu, sko, menn átti sig á því að þessi verðbólga og þar þessi háu vextir eru bara, sko, sjúkdómseinkenni og menn verða að horfa á sjúkdóminn, sko, ráðast að rótum hans. Hverjir eiga að bera byrðarnar? Er það þeir sem það þarf bara að koma í veg sem eiga minnst, eiga þeir að bera byrðarnar? Nei, ég menn það er auðvitað alltaf þannig að þeir sem eiga minnst, þeir bera auðvitað ákveðnar byrðar. En það er alltaf þannig, bara því miður er það þannig og þess vegna þurfum við að tryggja það að svona ástand sé ekki viðvarandi og kom ekki upp. Af hverju kemur þetta upp? Ég var einmitt að skoða þetta í morgun, ég var svona bara að skoða bara, þú veist, tölur frá Seðlabankanum og Hagstofunni og það sem kemur ljóskilur að peningamagnu umferð til dæmis í dag það er 75% meira heldur en var í byrjun árs 2018. Það var náttúrulega, þú veist, og við erum einhvern veginn að komast á það stað eins og var sko í hrunárunum varðandi hvað er mikið peningamagnina í umferð, það er eiginlega bara lína þar á milli. Og stjórnvöld kannski segja ykkur ekki allar sannleikann í þeim máli eða vilja ekki segja það var náttúrulega búið að vera peningaprentun í gangi og það þarf náttúrulega að brenna upp þessa peninga til að ná jafnvægi og líka það að gjaldeyrisvaraforðinn hefur ekki fylgt með og þannig að stutt við krónuna þannig að hún er rauninni veikari þannig að sko ég held að sko hagstjórnin hennar hún lítur greinilega augljóslega einhverjum allt öðrum lögmálum heldur en út í heimi og eins og bendir réttilega á það sem er að gerast núna í svona stýrivextir svona háir og að vextirnir náttúrulega með í verðtryggðu lánunum þetta náttúrulega fyrir aftan á verðtryggðu lánin það er náttúrulega að vera að éta upp eignir almennings það er að vera að éta upp eignina mína ég er með verðtryggð lán að hluta til á mínu og eitthvað í öðru og það er bara að vera að éta upp, ég sé það bara húsið mitt er reyndar ekki að hækka en þú veist, lánið er að hækka það er bara að vera að éta upp eignina mér þetta er sama og gerðist ég hjó eftir hrunið að þegar ég var að byggja mér hús hérna 2003 og var fluttur inn í það 2005 ég taldi mig eiga 50% í húsinu eftir hrun þá var ég á nulli, þannig að öll mín vinna sem að ég var búin að leggja í þetta sjálfur á kvöldunum helgar og bara hýrt af mér á no time og talandi óþol og það er þetta sem að fólkið í landinu er bara að upplifa nákvæmlega sama ástand og var á
á hrunárunum. Og hlustar á seðlabankastjóra. Nei, ég held að sé reyndar ekki sama ástandum. Svipað. Nei, ég ætla bara að skjóta inn og vera að hlusta á seðlabankastjóra sem segir að háir vextir kom ekki við heimilin landinu. Hvernig heldur að fólki sem að horfa á þennan raunveruleika sem Tómasson lýsa þetta líði að hlusta á þetta? En sko, ætla ég aðeins að koma inn á, vegna þess að það er búið að vita lengi að húsnæðismarkaðurinn í Reykjavík og í raun og veru skortur á húsnæði þar og það hvað að vera að byggja dýrt og hvað það kom seint inn og bara allt svona græðgin þar hjá borgaryfirvöldum líka í hversu dýrar þessar lóðir eru og allt þetta. Það er búið að vita það lengi og vara við því í mörg ár að þetta er að keyra upp verð og það er að keyra upp verðbólgu og það var alveg vita. Það er ákveður vítarhingur í gangi sem að er sko núna er náttúrulega stýrjastir háir, þetta kemur náttúrulega líka við sveitarfélögin. Já, algjörlega. Þannig að þau eru að fá tekjur einhvers staðar, þannig að þau sjá það að þau geta fengið að einhverju lóðabraski, góða tekjur inn til að geta bara greitt afborgan til lána. Já. Og þú veist, þetta er bara vítarhingur og þess vegna þarf ríkisstjórnin að hafa frumkvæði því að fá hagaðila að borðinu, ég veit ég bara er að klára að fá hagaðila að borðinu og bara, þú veist, virkilega setjast niður hvað hver og einn getur gert, þannig að við séum ekki í þessum vítari. Já, en það sem að gerist ára unga fólkið, ég veit þetta bara mjög vel, en þarna á þessum tíma þá er ég að reyna að kaupa mér mína fyrstu eign og ég er bara af þeirri fæðist á þeim tíma þegar ég er að fara að koma í fasteignakaupsaldurinn, þá er allt bara vonlaust og það hefur verið nokkuð með vonlaust síðan og ríkisstjórnin, hún er búin að koma með, það er með sérlífissparnaðarleiðina, það voru hlutdeildarlánin og ríkisstjórnin er búin að vera að reyna að gera það auðveldara fyrir okkur sem vorum og erum fyrstu kaupendur að komast inn á hana markað svo að myndi ekki bara einfallega éta okkur en auðvitað er það sem er búið Það hefur ekki virkað eins og hlutdeildarlánin virkað bara ekki neitt það var kannski eitthvað sem hefur verið en ég meina sérlífissparnaðardæmið er bara að þetta er að bjarga bara mér og vinum mínum sem að náðu þó að kaupa eitthvað styrkur við millistéttina Já, ég meina það er það sem er og auðvitað Það er skrítin húsnæðisstefna sem styrkir þá sem hafa það sæmilegt en ekki þá sem hafa það skítt. Já, það er bara eitt útilegur ekki annað, það er líka hugsun þá sem hafa það skítt, þóttu við hugsun líka um miðjustéttina, skilur við. En allan það sem ég er að segja er að þú veist að það ríkið er búið að reyna ýmislegt en þau ert með bara megin þorra húsnæðismarkaðsins í Reykjavík og hann hefur svona ótrúlega sterk og mikil áhrif á þetta allt saman að þá og þau einhvern veginn bara ágætis fólk hefur fengið að vaða uppi með að komast upp með þetta svona lengi. Ef þetta væri svona, væri við ekki að horfa á okkur að gríðarlega blómatíð í Hafnarfirði þar sem Sjálfstæðisflokkurinn er með forystu í Kópavogi í stórkostlega uppbyggingu af því að Reykjavík er ekki að byggja upp. Það bara er ekki að gera þannig sko. Það er ekki að gera þannig. Ríkið búið að reyna ýmislegt sem er aldeilis rétt í völdu. Ríkið hefur þó ekki reynt eitt og það er að draga úr útgjöldum. Ríkisútgjöldin hafa aukist 1000 milljarðar síðustu 5 ár og vaxtabyrðin af því er 250.000 krónur hér á mann þú veist, ég meina þetta er rótin að vandanum, þetta er rótin að verðbólgunni og að því að þema þess að þátt er hann á hægri mennskan og hvernig hægri menn líta á hlutina og svona þá verð ég að segja að það kemur mér var fyrir vonbrigðum að sjá það að ríkisstjórnin núna og efnahagsráðgjafi ríkisstjórnarinnar og er að núna, hvað maður að segja því að búið að sletta svo mikið þið er búin að sletta að pikka fæt eða eitthvað, vilja komast í eitthvað bíf við þá sem er að benda þessa staðrind að það eru ríkisútgjöldin sem að auðvitað eru olía á þennan eld og það þarf að draga úr þeim og það er gert með alls konar, hefur verið gert undanfarin ár með alls konar kunstum með því að nefna frumjöfnuðurinn sem er jákvæður en frumjöfnuðurinn sko er hagstær, er tala sem að tekur ekki til til vaxtakostnaðar og vaxtabyrði ríkisins sem ég var að nefna er bara orðin ósjálfbær og það er líka hægt að benda á það eins og þeir gera skuldastaðan er samt góð, hún er alveg góð svona með mörg ríki en Ísland fær aldrei og mun aldrei fá þau kjör þau vaxta lánakjör eins og stórríki fá ég meina, fegurinn felst í smæðinni segi ég, margir kostir en það eru líka ákveðnir þættir sem að við sem erum smá, getum ekki lyft okkur Vaxtakostnaður hér og hærri sem hlutfall landsframleiðslu en ég bara nefni þetta vegna þess að þið eru búin að þylja hérna upp alls konar aðgerðir, sértækar aðgerðir sem mér einhvern veginn heyrðist bara að væri bara ekki nóg aðgert sko ég segi, það hefur verið of mikið gert það hefur verið of mikið gert of mikið gert og það að draga úr þessum verður að draga úr þessum útgjöldum og það er nú kannski
sá veruleiki sem að kjósendur þurfa að horfast í augu við. Viljið breytingar á þessu? Ef þú vilt eyða svona miklu, þá getur maður satt í sjálfstoflokkin. Ef þið viljið eyða svona miklu, þá verður afla tekna móti. Já, það eru menn núna að reyna að gera með tafagjöldum í umferðinni, skattleggja bifreiðaeigendur, takk fyrir, tafirnar sem sjálfur bjuggu til, ég segi nei takk, drögum bara aðeins úr útgjöldunum, ekki bara útgjaldaaukningin, heldur útgjöldum. Hvað á krónan stóran þátt í þessu? Getum við ímyndað okkur það? Þetta er gömul lumma, sko. Þetta, já, nákvæmlega. Þetta er gömul lumma. Sko, hinn efnahagslegi veruleiki í Íslandi breytist ekki þótt við breytum einingu, sko. Ég meina, þú er ekkert hávaxnari þó við mælum því í fettum. Þú er alveg jafn stór og verð núna, sko. Ég hef reynt þetta, sko. Þannig að ég meina, jú, auðvitað er það þannig að krónan hefur að vísu ekki sveiflast mikið síðustu ár. Hún er búin að vera nokkuð stöðu bara í 10 ár, sennilega stöður en norska og sænsku krónan til dæmis. En auðvitað er það þannig að eitthvað sem hefur í gegnum tíðina verið sveiflukendari í verði, það ber hærra áhættuálag. En á móti kemur, þú verður líka alltaf að horfa á bara hvernig íslenska hagkerfið, hverju það hefur verið að skila samanborið við þessi lönd sem við berum okkur saman við. Það er miklu meira hagvöxtur og hefur verið bara í mjög langan tíma. En ég er ekki á því að það er eitthvað auðveldara að reka landið þó við myndum breytum gjaldmiðil. Ég hef aldrei verið á þeirri skoðun. En sko, nú er það samt þannig að það er mikill hagvöxtur og það er einhver sem sitji eftir. Það er alveg auðljós, sko. Það er ekki allir sem er að njóta, en ekki svona frá degi til dags. Það er, við höfum talað um húsnæðiskreppu og verðlagið hátt í landinu. Ég meina að þú ert þá að vísa til þess að þið talið oft um hérna verst stöddu hérna, eins og Sigríður sagði áðan, sko, bara því miður. Ég meina að allir efnahagslegir erfiðleikar bitna hlutfallslega verst á þeim sem eiga minnst og hafa sem minnsta tekjur. Ég meina að það er bara þannig. Svona rekum við velferðarkerfi og annað slíkt til þess að milda þau. Já, við gerum það. En það er hins vegar bara staðan, þó að þetta sé ömurlegt fyrir alla að vera með svona háa vexti og öllum skuldum, sem hvort það eru yfirdráttarskuldir eða húsnæðislán, þá koma allir efnahagslegir örðugleikar harðast niður á þeim sem hafa mismilli handana til að mæta þeim. Það bara hefur alltaf verið þannig og verður sennilega alltaf þannig. Já, ég var að lesa Facebook-færslur hjá fólki sem hefur flúið Ísland í þessu efnahagsástandi og það er að bera saman kjörin sem þau eru með í nýja landinu. Já, er það Norður-Kórea eða? Nei, Danmörk, Svíþjóð, Spáni, allt hérna í kring. Nei, við vitum það að það er hellinga að fólki, bæði öryrkjar og eftirlaunafólk sem hefur flúið í Ísland, þessi Spánar. Við vitum líka þegar við tölum við bara barnafólk sem býr í Skandinavíu, þegar það er að lýsa muninum, hvað er mikið basl á Íslandi og það er miklu betri stuðningur við barnafjölskyldur í Skandinavíu heldur en hér. Heilbrigðiskerfið. Það er bara þannig. Það er bara miklu betri stuðningur við barnafjölskyldur á Neskaupstað. Ég held að það sé bara vinkona mín sem er læknir. Hún fékk leikskólaplás svona. Í Litlu Moskvu. Á Neskaupstað. En í Reykjavík skilur, þetta beraði saman við Reykjavík að það tapar alltaf þessu. Þú veist, það er líka, þegar við talum um útgjöldin að minnka þau, að það vantar líka svolítið kreatíft svona sköpunargáfu líka í að skoða þessu útgjaldaliði. Ég svona sem dæmi hefur aldrei verið skoðað til dæmis að einkaveiða fangelsin. Jú, það var alveg gert á sínum tíma. Nei, bara ég taka svona sem dæmi. Ef þú vilt ræða fangelsin, taktu frekar refsilöggjöfina. Er kannski refsilöggjöfin komin út fyrir gröf og dauða þegar að menn er að vera að dæma hverja einustu viku nánast 20 manna til 12 ára fangelsisvistar? Ég meina, þetta þarf að skoða, sko. Það kannski er bara eitthvað að löggjöfinni, kannski erum við að fylla fangelsin. Það er ekkert eitt fix, þú veist. Mér langar að spyrja einu að því að í upphafi þá var Ragnhildur Alda að tala að væri svona degl í stjórnmálunum sem að væri eitthvað sem að væri fyrir 100 árum. Já. Svo er það ekki? Jú. Það er náttúrulega voru gríðarlegar umbreytingar þegar stjórnmálaflokkar borgaristéttarinnar voru svona að missa, þegar almennu kosningaréttur kemur og það kemur í ljós að þeir sem hefur farið með völdin að þeir náðu ekki til fólks og fleira og það verður til sósíalismi rís upp en líka fasismin sem eru svona almenningsstjórnmál á sínum tíma.
Ef að við erum í svona og sömuleyti getum við alveg hugsað það og farið bara á milli landa, til Bretlands og til Frakklands og til Hollands og eitthvað fleira, að þá væri það sko Sjálfstæðisflokkurinn væri fulltrúi sko gamla flokka sem hefur svolítið eins og við höfum lýsa hérna er alltaf að koma og tilkynna að hérna lausnin er hérna rétt handa við hornið, er alltaf að kynna sömu lausnina sem að kannski almenningur er búin að missa trú á. Ég held að almenningur hafi enga sérstaka trú á efnahagsstjórn þessara stjórnvalda, ekki á samgöngusáttmálunum og ekki á húsnæðismálunum, þar sem að stjórnvöld er alltaf að koma fram að við ætlum að byggja 9.000 íbúðir og hvað byggðum við mikið, það voru 4.000 og svo eitthvað það vantar 90.000 íbúðir á næstu sko 15 árum en miðað við ástandi þá getum við kannski fara að reikna með 17.000 eitthvað, þannig að við erum að sigla inn í sko stórkostlega húsnæðiskreppu án þess að við heyrum það sko stjórnvöld séu að tilkynna þeir ætla að breyta einhverju. Og þá gerir það náttúrulega að það er einhver aðrir sem að koma, ég veit ekki hvort að þessi miðflokkurinn á Íslandi, en það var flokkur Le Pen og það var frelsisflokkurinn í Hollandi og það var flokkur Meloni á Ítalíu og núna er það Alternative for Deutschland í Þýskalandi og það voru svíþjóðademókratar í Danmörku sem er að svara að sömuleyti getuleysi hægriðsins. Ef við höfum verið að tala saman fyrir 10 árum, þá höfum við verið að tala, já við erum að horfa á sko fall sósíaldemókratíunar í Evrópu. Þau gátu ekki til yfir að því sem þau ætluðu sér og þess vegna er fólk að fara yfir á nýja hægrið. Núna erum við að horfa á þetta alla Evrópu og líka í skoðanakönnunum hér að það er sko gamla hægrið, stofnana hægrið sem er bara að gefa eftir og nýja hægrið er að taka við. Er þetta söguþráður sem að passa við þína 100 ára? Ég er ekki alveg búin að klára þessa ævisögu sem ég er í núna. En hérna, nei, við ætla aftur að grípa orðið í þessu og þá sko, þú veist, jú, ég held að ákveðnuleyti erum við eitthvað svona svolítið að spegla það sem að var hérna áður fyrr og þetta, af því að þá vorum við líka með svona sömu áskorun allan í Reykjavík, það sem að minn fókus er helst þannig að ég er að starfa þar. Og þá vorum við með þessa alveg svakalega húsnæðiskreppu í Reykjavík, það var alltaf fólk að flytjast úr sveitinni hingað og það þurfti eitthvað meira að koma upp húsum strax. Þá var í raun og veru farið í það að byggja bara frekar eitthvað en ekkert en á sama tíma er þessi funkis arkitektúr, í raun og veru pólitísk straumstefna að koma sem er að allir eigi skilið gott húsnæði en það var líka svona meiri skilningu fyrir því að við þurfum öll að hjálpa svolítið að og ennfremur og þetta er eiginlega svona helsti munurinn sko ríkið og borgin eða bærin og allt það þá hafði ekkert úr nærrið því að mikla móða og þau eru með núna og ég held að sko það sem að við erum að díla við mikið af því sama en þetta er eiginlega svolítið kemur kannski inn á margt af því sem að þau voru að segja að við erum líka sem þetta eiga við það að borgin hún er bara, þú veist, hún vex og þau veit ekki sinni hversu marga þau eru með í vinnu sko. Þú veist, þannig að stjórnsýsla borgarinnar. Já, stjórnsýsla borgarinnar og ég meina auðvitað ríki búin að vaxa rosalega mikið líka og þar er þessi, þú veist, það er eitthvað með orðið svo mikið þessar stofnanir og þú veist, og jafnvel þetta stjórnmálamennir sem eru raun og veru, þú veist, við erum bara okkar starfi bókstaflega að reyna að svipa til kerfið svo að sé að gera það sem að fólki vill að geri. En okkur gengur ekkert alltaf vel með þetta. Ég meina fólk vill að þið byggja íbúðir. Já, ég veit það. En ég hugsa bara að það sem að gerist oft þegar menn hafa til þess verið lengi við, eins og það sem ég finnst ég sjá svolítið í borginni, er að þegar menn eru búin að vera rosalega lengi og það eru og ég tek alltaf eftir þessu sérstaklega með þegar menn þegar þú ferður því að vera stjórnmálamaðurinn yfir að vera embættismaðurinn, sem verður borgarstjóri. Er þá að vinna með hérna hellinga fólki á hverju leiti og það byrjar að verða mjög óþægilegt að fara að reka hérna Jón á þessari hæð eða hinn á þessari hæð og það er svo létt að leyfa bara þessu öll að stækka en taka út sparnaðinn á þeim sem er á gólfinu og er að búa til virðið sem er, þú veist, þessi grunnþjónusta og ég held bara að því að almenningur hann er ekki öll hagfræðingar og þau kunni ekki öll, þú veist, þetta fagmál sem að þið eru búin að vera lengi hérna fram og er bara, hafa öll örgulega rétt fyrir ykkur eitthvað leiti, en þau finna það bara í, þú veist, ég get ekki keypt mér íbúð, ég bara fæ lélega þjónustu af hinu opinbera, sama hvar það er, það er ekki þeirra upplifun að það sé vera dæma of marga heldur kannski of fáa. Og stjórnvöldum er alveg sama. Já, nei, það finnst bara eins og það er að kjósa okkur til þess að gera eitthvað en við erum ekki nógu hörð kannski svolítið í því að sýna það í verki vegna þess að þú veist, verki væri að taka peningarna úr þessu stóru stjórnsýslu og setja það þá að minnstakosti í grunnþjónustuna sem að næst íbúanum. Má ég að skjóta inn í þetta sko, bara en við nefndum þetta fangelsin, ég er ekki rosalega heit í því sko, bara því að hann nefndi þessi dæmi og væntanlega þessi dæmi menn þurfa aðeins kannski að hugsa í einhverju nýjum lausnum, það er ekki bara alltaf að bjóða fólki upp á bara sama, að búa að reyna svo margt sko og þetta kemur svona, þetta er gömul
pæling, sko, látum einkaaðilar reka fangelsin, sko. Jú, ég meina, það svo sem alveg hægt að gera, auðvitað gæti það verið einhver kostnaðarhagkvæmni í því. En menn þurfa líka að velta fyrir sér, sko, hvort að, sko, menn séu, hvort að hlutverkinu sé kannski lokið eða hvort að hlutverkið sé þrotið. Og eins í sérstaklega á þetta nú við sveitarstjórnarmálunum. Ég trú ekki að allir að taka dæmi af fangelsunum, sko. Það eru engar ekki fangelsi í Bandaríkjunum. Já, ég veit. Við værum með sko tífaldan kostnað við fangelsirekstur ef við myndum fara þá leið. Enda var ég að segja... Er það virkilega að leggja þetta til? Nei, ég er ekki að leggja. Ég var að segja þá að endurskoða, held ég, refsilöggjöfina. Það þarf að endurskoða refsilöggjöfina og velta fyrir sér af hverju eru fangelsin þetta full, sko. Stytta dómana af því að fangelsin eru full. Já, nei, ég held reyndar eftir 50 ára þá mun menn horfa til fangelsa, sko, sem einhvers konar á sín vistheimila dagsins í dag, þið vitið, en það þarf einhverjar breytingar þarna á. Lausnin er klárlega ekki að bara fjölga fangelsum bara út í þeir óendanlega. Ég tek þetta bara sem dæmi svo annað dæmi eins og sveitarstjórnarstiginu. Að menn þurfa að fara að líta á, sko, hvert er lögbundið hlutverk sveitarfélag? Er sveitarfélagin farin að vasast í allt of mörgu? Bara tökum dæmi af leikskólum. Það er ekki lögbundið hlutverk. Getur ekki verið að menn þurfi bara að setja undir þessu hausinn, kjörnir fulltrúar og benda fólki á það sem hið augljósa að menn þurfa auðvitað að taka þátt í þessum kostnaði sem felst í því að bæði passa unga börn og reka þessa leikskóla. Þetta er eitt, sko, af lögbundnum hlutverkum. Að meðan að annað er lögbundnum hlutverk að koma lóðum og annað undir byggingar og koma þeim í byggingu og líða það ekki að verktakar og aðrir sitji með lóðir árum saman án þess að hafa sér fastfændi. Það er kerfið sem sprengir upp verð á lóðum. Já, ég vil ræða þetta eins og þess að, sko, þú veist, það væri náttúrulega ekki húsnæðisskortur ef það væri offramboð á lóðum. Það er alveg klárt. Og Nú, okkur ekki. Það getur verið að þeir sem eru að byggja hafa bara engan haga að þeir setja þetta á markaðinn. Jú, og við höfum alveg dæmum það að menn sitja jafnvel á byggðum íbúðum og koma þeim ekki í sölu. Borgin er að stórgræða því að sko, þú veist, það sem að sveitarfélög þau náttúrulega gera, eins og segir, það er ef þau hafa brotið nýtt land og fara í gatnagerð, þú veist, það er 3 til 5 ára ferli, þau þurfa að fjármagna þetta sjálf. Þú hafa náttúrulega ekki bolmagn til þess að fjármagna þetta sjálf, þú veist, staðan er bara þannig á sveitarfélögunum mörgum. Þannig að einhvers stað þarf að koma fjármagn að til að fjármagna þetta. Því að þú veist, þú farið kannski ekki inn fyrir þessu fyrir 5 árum eða 6 árum liðnum. Ok, má ég þetta er alveg ágætis dæmi sem kom með hana og máli er, þetta er aftur það sem ég var að tala með þetta analysis paralysis, sko, að hérna áður fyrr á þessum tímum þess að hafa komið nokkur svona sprettir, það var 3.-4. áratugurinn og svo 5. og 7. það sem að við þurftum bara að byggja hratt vegna þess að bara þessi grunn skylda okkar að koma þakki yfir höfuð á fólki og það sem við fórum með að gera er að vera ekkert endilega skeitum að vera endilega búin að byggja allar götunar, gangstéttunar eða okkur framvegis, bara koma pípunum undir húsin hjá fólki og vera bara, og þú veist, skólanir við bara leysum það líka as we go. Já, nei, ég meina, þú veist, en fólk fekk þakki yfir höfuðið og við náðum að halda húsnæðiskostnaði niðri. Ég segi bara, þú veist, hvert er, þú veist, ok, minna, það er alltaf þetta bara, já, við þurfum, og borgin alltaf, hún er að hala inn á gatnagerðargjöldum götur sem hún er ekki að byggja, sko. Það er náttúrulega bara þá kröfu hjá öllum flestu sveitarfélögum að hér verður ekkert byggt á þessum lóðum fyrir að öll gatnagerðin er búin, búið margur götur, búið stefna gangstéttar, allar lagnar. Hver setur þá kröfu? Mörg sveitarfélög gera það, Reykjavíkurborg með þessa kröfu. Já, Reykjavíkurborg er búin að byggja flesta göturnar sem við taka gatnagerðargjald fyrir, sko. Já, ég segi, sko, þeir rukka bara anyways. Áður heldur en að búa að malbygga. Já, ég held nefnilega að við getum alveg Við ætlum að vera í 60 mínútur, við erum búin að vera 70. Já, það er skemmtilegt. Og Ásmundur Einar Daðarsson býður frammi, hann er eitthvað tímabundinn, hann að ég er það ekki rétt hjá mér? Jú. Já, og þannig að við verðum að segja þessu lokið. Og við verðum bara að koma aftur saman. Já, Þórður, Ellert, Sigríður og Alda. Já, Alda. Og ég vík með ykkur og Björn Þorláksson tekur mig sæti en við hittum svo aftur hér á eftir seinni þættinum, ég og þú. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is